Verðmæti fyrirtækja í Kauphöllinni hefur rýrnað 2200 milljarða króna síðustu 12 mánuði. Ekki útilokað að lífeyrissjóðir þurfi að skerða lífeyrisréttindi á næsta ári vegna þessa. Verðmæti hlutabréfa í Kauphöll Íslands hefur lækkað 54% frá því að úrvalsvísitala náði hámarki fyrir réttu ári. Áhrifa þessa gætir víða, til að mynda hafa bankarnir gert þúsundir veðkalla og sérfræðingur útilokar ekki að lífeyrissjóðir þurfi að skerða réttindi á næsta ári. Það var ákaflega ólíkt efnahagsumhverfi sem blasti við Íslendingum á sama tíma í fyrra og því sem nú staðreyndin. Þá var talað góðæri og uppgang og til að mynda hafði úrvalsvísitalan hækkað jafnt og þétt misserin á undan. Hún náði hámarki þennan dag í fyrra þegar hún fór í ríflega 9000 stig. Vísitalan nú, einu ári síðar, stendur í tæplega 4200 stigum. Þetta lækkun 54% sem þýðir að verðmæti fyrirtækja í Kauphöll Íslands hefur rýrnað heila 2200 milljarða króna. Lækkunarverði hlutabréfa kemur illa við marga, ekki síst þá sem tekið hafa lán til að fjármagna kaup á hlutabréfum. Rúmlega þriðjungur hlutabréfa hér á landi veðsettur og þegar hlutabréf lækka í verði gerist það að lánsupphæðin verður hærri en verðmæti hlutabréfanna sem notuð eru sem veð. Fjármálafyrirtækin bregðast við með því að krefjast nýrra veða en það ferli sem gengur undir nafninu veðkall. Ekki liggur fyrir hversu oft slíkt var gert á síðasta ári en Fjármálaeftirlitið hefur þó kallað eftir slíkum upplýsingum öðru hvoru. Samkvæmt þeim voru veðköll fyrstu 3 vikurnar í nóvember 600 talsins en í desember nam fjöldi þeirra 730. Í Morgunblaðinu í dag kemur síðan fram að 850 veðköll hafi verið gerð undanfarnar 3 vikur. Þó tölurnar sé ekki að fullu sambærilegar gefa þær til kynna að veðköll undanfarna mánuða séu talin í þúsundum. Hins vegar virðast flestir ná að leggja fram ný veð og aðeins eru örfá dæmi að eigandi skuldsettra hlutabréfa sé neyddur til að selja bréfin til að greiða upp lán sem á þeim hvíla. Lífeyrissjóðir landsins finna fyrir sveiflum á hlutabréfamarkaði eins og aðrir. Á uppgangstímum var afkoma sjóðanna góð og það var til þess að greiðslur til lífeyrisþega voru hækkaðar. Ég held að ég meina fullir að það að sjóðurinn mun ekki bæti í réttindar næsta ári. En það kemur ekki til álita fyrir en á næsta ári þegar að staðan liggur fyrir hver raunávöxtun sjóðanna á þessu ári, hvort hún jákvæð eða neikvæð. Og hver tryggingafræðilega staðan að öðru leyti. Og þá kann að vera að sömu sjóðir þurfa að grípa til lækkunar á réttindum, en það ekki víst á þessari stundu. Staða sjóðanna sé hins vegar sterk. Já, að meðaltali þurfa lífeyrissjóðirnir ná 3,5% raunávöxtun til lengri tíma litið og síðustu 10 árin þá meðaltalsávöxtunin yfir 6%. Þannig að sjóðirnir eiga nú að þola einhvern skell.